Halló, halló, halló. Og heyri, Ha, já, nú er eitthvað að gerast. já, komið. Já, gott kvöld, velkomin á Hauka TV á ásvelli að Schenker-höllina á leik Hauka og Fram. Ég heiti Jens Og ég heiti Örvar El Presidento, Guðmunds, forseti félagsins. forseti félagsins mættu með í fyrsta leiki þinni, veitur það? Þetta er fyrsti leikurinn á þessu tímabili. Ok. Herri, já, Já, við erum að fá hérna Hauka og Fram. Haukar og Fram, þetta eru hérna lið sem eru búin að fara, Haukan er ekki farið nógu vel af stað, því miður. Já, og Fram kannski á pari með 1 sigur og 1 jafntefli og 2 töp. Já, þeir eru, það mistu gríðarlega fyrir þetta tímabil. Já. Það er heilt lið og rúmlega það. Og nýjir þjálfarar og hérna svolítið óskrifa blað hjá þeim hvernig þeir eru. Já, þetta er ekki kannski heimsfrægir leikmenn. Nei, en búinn að standa sig frábærlega hérna ungur markmaður hjá þeim, bara strákur fæddur 99 ef ég þekki þetta rétt. Árendar föður sem að stóð nú í marki lengi, Hallgrímur Jónasson. Spilaði nú með hvað, Fram og IR og Selfoss, ef ég maður rétt allavega. Já. Þannig að hann á ekki langt að sækja hæfileikana, drengurinn. Nei. Og þeir náðu góðum úrslitum á móti IBVF. Og Hallgrímur einmitt hérna aðstoðarþjálfari hérna hjá Frömmunum í kvöld. Sendir hérna kveðju til okkur hérna upp. Húsið er að fyllast. Já, við myndum alveg vilja sjá fleiri. Það er nokkuð sæti laus. Það er nokkuð sæti laus. Svo erum við með hérna gestakynni líka. Sem kynnir hérna leikinn í kvöld. Ég skammaði hana, hann sagðist í rauðu, hann var í HK treyju, ég skammaði hana, hann sagðist í rauðu, þannig að við fyrirgefum hún á það. Já. Heimir Óli. Já, þeir eru Heimir, ég heiti Heimir daginn, hann spurði hvort ég var að leggja sig, hvort ég væri hérna stolkan. Ég hef búinn að vera á, þetta er líklega 4. leikurinn sem ég sé sem hann er að dæmi þetta, eða haust. Hann hérna, ég er búinn að elta hann svolítið því þessu. Já, hann er hérna með betri dómurum. Hann og Anton Gylfi Pálsson, eða ekki? Jó, hann er alveg, Heimir er svona, hefur, hvað við segja, hann hefur hérna rosalega leikskilning, en það var hann topp leikmaður. Já. Og hefur svona meiri flæði oft í dómgæslunni á honum heldur en. Já, hann er ekki mikið að flauta, hann leyfir boltanum að rúlla. Já. Hann var fastur fyrir sjálfur. Já, hann kann þetta alveg upp á 10. En svo er hann Heimir Óli. Hann er kominn. Já, hann er í hópi kvöld. Hann er í hópi kvöld. Er það ekki bara þá hans fyrsti? Eða var hann í síðasta leik? Hann var í fyrsta leik út í Eyjum, eða ekki? Hann var með í Vestmanni í fyrsta leikum. En við verðum að gera kröfu á sigur. Já, alveg klárt. Sem er bara alltaf krafan hér. Já. Við viljum alltaf sigur. En Framarnir væntanlega gefa okkur að hér. Einar Jóns að berja Gogga í markinu, keyra hann í gang. Já, Goggi búinn að eiga góða viku, hann hérna er að læra nýja hluti í vinnunni, hann stendur sig vel, þannig að ég hef trú á því að hann sé að detti gírinn. Adam Haukur, hann er búinn að reyma á skóna. Já, Adam með, Daniel með, Binni komin inn líka, hann er búinn að vera meiddur. Og Heimir. Já, ég vil ekki bara tjörfa. Jú. Er það ekki bara hann sem er? Hann er ennþá úti og verður ekki með fyrir áramót væntanlega. Já.
Jú, það er bara Tjörfi og við skulum trúa því að varnarleikunni styrkist þegar Heimir Óli kemur inn og hann getur þá líka leyst Jón af og gefið honum nokkrar mínútur í hvíld. Herra, leikurinn er hafinn. Leikurinn er hafinn. Sterkt lið sem við stillum upp hérna. Já, þetta er hörkulið, Tóti hérna í vinstra horninu. Hákon hafði ekki alveg náð að sýna sitt rétt andlit svona hérna í upphafi móts. En ég hef svo sem ekki áhyggjur af því, en þetta var aftur á móti ekki nógu gott. Nei, Tóti hann átti góðan leik á móti Selfossi, á Selfossi daginn. Já, Tóti er búinn að eiga fína leiki, hann er búinn að vera stabíl. Og við byrjum í 5-1 vörninni, Tóti fyrir framann. Tóti er náttúrulega gríðarlega langa skanga. Hann getur truflað vel, skermir svæðið vel af. Þetta er svona IBVF vörn í rauninni. Vörn sem IBVF hefur spilað með góðum árangri og Tóti kominn í hraðahlaup. Og þetta nýtir okkar maður. Fyrsta markið. Þannig að vinna svolítið með 100% skotnýtingu. Já. Á þessu tímabili. Það er alltaf jákvætt. Alltaf pláss fyrir svoleiðis leikmenn. En Framararnir koma inn í hvað? Sína sókn númer 2. Sókn númer 2. Haukarnir unnið boltan hérna aftur úr eftir að hafa klúðrað fyrstu sókninni og sett í mark. Já, Goggi með fyrsta varða. Við merkjum við það, Janus upp. Janus fær brautina. Já, þetta var vel gert hjá honum Viktor Gísla Hallgrímssyni. Ég er hérna virkilega efnilegu strákur, markinu á fram. Stóra stæðilegur. Já. Það standa sig alveg hrikalega vel hérna í Hann er bara, hann er gleitt 95 þessi strákur. Já, hann er búinn að teygjast mikið úr honum. Hann hann var nú ekki svona stór þegar hann var að spila hérna í yngri flokkunum í þriðja flokki síðast þegar ég sá hann. Já, ok. Hann er búinn að stækka mikið. Flottur strákur. Nei, hann er að fara ódýrt. Já, Hávörnin tók hann vel en boltinn datt fyrir framarana, fyrir Bjark Guðmundsson. Hún er uppurinn í Val. Við eigum nú reyndar einn strák hérna í framliðinu. Hvað ætlar að gera þessu? Ekki neitt. Ekki neitt. Það er komið. Janus byrjaður. 2-1 fyrir Haugum. 2:40 liðnar. Já. Sáðum hérna að Elli spilar í öfugu horni í vörninni. Svolítið langt hlaup fyrir hann að fara niður í horn því að Tóti náttúrulega tekur hérna 5+1 vörnina fyrir framann. Ekki það, hann er náttúrulega í topp formi hann Elli. Tóti. Og skotið stöng. Já, var þið Goggi? Það var stöngin. Og Janus. Já, líkast. Eyjamenn eru að leggja stjörnuna. Já, út í Eyjum. Örugt hjá þeim. 22:15 er staðan fyrir Eyjamönnum eftir 44 mínútur. Og datt Óli Gúst út hjá stjörnunni núna í síðustu viku? Meiðsli, 5-6 vikur frá. Skelfilegt. Já, ekki gott fyrir þá. Skemmtileg maður. Já, en Haukarnir geta komist inn að 2 mörkum yfir. Ellin og Jón, já, þetta var... Er verið hann ekki þarna? Já, Haukarnir virka hérna mjög einbeittir hérna í upphæðu þarna. Já, mikill fókus. Það er svona meiri fókus heldur en maður oft séð í vetur allavega. Það er verið eitthvað smá svona látið yfir þessu. Já. En þetta er leikurinn sem við snúum við er það ekki. Framararnir koma á. Bjartur hérna á miðunni. Tekið vel á honum þegar hann kemur inn. Og þurrka boltan strax. 4,5 búinn. Aron Kristjánsson er mættur í stúkuna. Og Patrekur Jóhannesson. Á vantar Guðma Guðm. Og Dag. Og Dag. En
leikurinn hefst aftur, Framarinn áfram með boltann. Geta minka munn í 1 mark. Það er línusendingu, þetta var nú ekki hugulegt hjá þeim. Og Adam kemur á, Janus. Já, Framarinn á að stoppa sendibylgjuna. Haukarnir stilla bara upp í róleitum og stilla upp í gott kerfi. Og Adam kemur á miðuna, Elli inn. Janus kominn út hérna, vinstra megin. Fær hann. Adam inn úr öfugu horni. Hornamaðurinn knái. Það er ekki bara úr horninu, heldur öfugu horni. Já, ég man ekki eftir að síðan skora á þessari stöðu. Nei. Hann fór létt með það. Já. Það var mark, vel gert. 4-1 fyrir Hauka. Og já, 6 mínútur búnar á leiknum. Þetta er fínt eins og er allavega. Framarinn koma á, Bjartur. Nú er hann. Já, Tóti veit upp á sig sökina, lyftir upp fætinum og það er boltann í fótinn. Elías Bóasson kominn hérna inn á í hægri skiptinu á Frömmurum. Skiptir við Arnar Birki sem að virtist að fengi eitthvað smá högg á nefið. Góð línusending, vel gert. Já. Valdimar Sigursson. Já, þetta var virkilega vel gert hjá honum. Sterkur línumæður. Minka munin í 2 mörk, 4-2. Og Haukarnir koma í sóknina. Ennþá sama stilling og vinsælsta kerfi á Íslandi. Jón Þórbjörn kemur út og hleypur inn. Og Adam upp. Já. Þetta er alveg í lagi. Já. Adam kom með 2. Tóti 1, Janus 1 og Jón Þórbjörn 1 ef ég er með þetta rétt. Já. Ég verður ekki að gefa 10 fyrir þetta. Og Bjartur sækir á miðuna og Arnata, nú fær Tóti 2. Alveg klárt. Já, þetta er soft. Já, fer í hendina, komin í loftið, það var alltaf að fá 2 á þetta. Gunni segir hann það líka, bara standa, ekki vera að fara í hendina, skerma þetta bara af. Og Heimir stoppa tímann. Vantar hérna 2 mínútur inn á klukkuna. Já. Það er eitthvað vesen hérna með klukkuna yfir að störa, þannig að mörkin ekki komið dottið að inn heldur, þannig að en það skiptir ekki máli. Leikurinn heldur samt áfram, Hákon að gera sér kláran hérna til þess að koma inn á. Arnar Daði, já, þetta var vel gert. Goggi róar þetta niður, setur þetta ekki í hraðaflöfið, skiptir svo út af. Þannig að Hákon Daði kemur í hornið. Vinstra horn. Já. Jafn margir í sókninni. Enginn í markinu hjá okkur. Nei. Það hafði nú verið skorið mörk í svoleiðistæmi. Adam upp. Sjáu þetta maður. Vel gert. 6-2 fyrir Haukum. 6 Haukar. Adam Haukur, sjóðandi heitur með 3 mörk. Já, það er ánægilegt að sjá það. Hann er búinn að vera svolítið rólegur ef hann finnst svona það sem af er tímabilsins. Framhændin sækja á. Reyna línusendingu, Goggi. Góð vörn. Einum færri, slaka á. Þetta er vel gert, einum færri, vinnum boltan og stillum upp aftur. Hákon Daði kemur aftur í horni og Goggi á bekkinn.
Janus stillir upp í, það er það sama og við erum búin að vera að spila. Adam kemur, Elli og Janus með línusendingu. Það er enginn í markið og Goggi kom inn Jón. Já. Það var Andri Þór Helgason sem skoraði hérna úr hraðhlaupi. Fyrir Framara minnkar í 3. En við erum á pari við einu færri. Það er 1-1. Vel í stjóla á þetta. Og jafn markið, Goggi kominn inn á í markið. Hákon heldur í horninu. Þetta köttum við gult líka. Já, setur við fótið fyrir. Já, fikk hann í læri. Já, Heimir alveg með þetta. Og Hákon leysir inn. Læðist hérna fyrir aftan Arnarbyrki, kemur svo í blokkina og... Nei. Þetta hefði verið svo flott. Þetta var nú vel að skref. Alveg á mörkunum var að skrifa allavega. Tiplaði hann eitthvað í restina. Þorgeir Bjarki Davíðsson, þetta var vel gert hjá honum samt. Hákon, já. Þetta hvern... Ha? Já. Þetta var góð sending á Hákon það. Ég veit ekki hvort það var komið við hann kvartaði nú ekki mikið. Hann baði ekki Guðmundur Árni kvartaði ekki neitt. Þakka bara Hákoni fyrir flotta sendingu. En það væntanlega var þetta ekki neitt. Nei. Bara hárréttur dómur. Hann kvartar ekki. Nei. Vel gert hjá Arnarbyrki. 6-5, Framarinn komið tilbaka. Já. Hann má aldrei afskrifa þessa Framara. Nei. Þeir eru fínir. Þó svo þeir hafi mist fullt af mannskap, þá bara er þetta bara flotti strákar sem eru hérna. Framar múin með sterka yngjurflokka núna alveg síðustu ár. En Adam... Þessi var að klára yngjurflokkin. Já. Kemur full mótaður úr því programmi. Þetta er hvað? 4. markið ás? 4. markið. Já, vel gert hjá Arnarbyrki, hún er mjög sterkur strákur. Já. Þetta er ódýrt. Gult á Adam. Já, fyrir nú þröngu færi hérna í horninu. Gott skot hjá honum. Þetta er hann Þorgeir Bjarki Davíðsson, það var vel gert hjá honum. Mjög vel slúta. Já. 1 mark núna. 7-6, 12 mínútur búnar. Janus leysir inn, Adam kemur á, losar á Janus, vel gert. Já. Þetta er vel gert hjá Tóta. 100%, það er allt 100% hjá þessum gæja. Setur þetta yfir höfuðið á Gísla. Ég man rétt hvað hann heitir ekki. Viktor Gísli, fyrirgefið. Fyrir strax fyrirgefið. Gaf fyrir. Höldum bara áfram, Bjartur kominn á. Nei. Þetta var sending með twist. Jón búinn að förka boltan. Nú Andri Heimir að gera sig kláran að koma inn á. Bræðurnir hérna, Hákon og Andri. Andri er að spila sig inn í liðið, myndi ég segja. Hann er allir að koma til, mér finnst að vera betra og betri eftir sem líður á bara. Heppnir þarna og aukakastið. Janus stillir upp í einn vinstri, Tóti kemur inn. Janus kemur á, já. Þetta. Janus staði með sitt annar mark fyrir kvöld. Janus með 2, Adam 4.
Þórður 2 og Jón Þorbjörn 1. Já. Já. Arnar Birkir, hann góð skytta. Já, og alltaf til í að fara í skoti. Já. En sjáu þetta. Þetta var vel gert. Guðmundur Árni á blindu hliðina og bara laus í gegn. Já, Andri að koma inn á, kemur hérna fyrir framan í vörnina. Hann mjög öflugur í því. Og leikhlé fram. Guðmundur Helgi Pálsson tekur leikhlé. 10-8. Gummi að ég held á sínu fyrsta ári sem aðalþjálfari í Meistaraflokks í úrvalsdeildinni, Ólisteildinni. Já. Og flottur strákur. Ég hef bullandi trú á hann sem þjálfara. Þetta Framararnir hafi gert í rauninni mjög gott með því að ráða hann og í sjálfu sér ekkert slæmt að hann byrjir með svona svolítið hreint borð, nýju liði og nýja mannskap. Flottur strákur. Já. En það róleg, þeir eru rólegir markmennir. Ég nú bara með skráð hvað? 1 varðið á hvort. Já, þetta 1 fyrir skot. Og hef ég nú verið talið vera gjafmildur á varðabolta hjá mörgum. Og bara sanngjarn maður. Já, við höfum talið með það sko. Takk fyrir. Það voru bræðirnir komin inn á. Já. Þetta mann í huga ýmsir frasar sem við heyrt á íþróttafréttum. Ég ætla samt ekki að fara í það. Hárið er misskipt. Hárið á milli bræðranna. Já, ég held að verði nú svipað fljótlega. Já, Framarar í sókn, 10-8 fyrir Hauka. Góð línusending. Hann að gera vel línumaðurinn hjá fram. Valdimar Sigurðsson, búinn að gera 2 mörk hérna. Og það sama óhefnið þarna. Og sama kerfi á Guðmundur kemur inn á blindu. Arnar Birkir í gegn, já, það var vel gert hjá honum. Já, þetta var óverjandi. Arnar mjög flottur leikmaður þegar hann í Ham. Já, þetta strákur sem getur skorað 10 mörk. Já. Ef hann á þeim buxunum. Og nú Einar. Orðinn klár hérna að skipta við Gogga ef að svo ber undir. En Adam, hann ætla bara að halda áfram. Það bara að halda þessu frá bara. Þessi, sko, 7. mark. 5. mark. 5. mark. Pappans ekkert að sofna. Nei, nú komin í, þetta við 6-0 vörnina. Daniel Ingi komin inn á, Adam og Jón í þristunum og Andri Heimir í bakverðinum hinum megin. Já. Já. Arnar Birkir skildi Daniel bara eftir og þeir dæma víti sem hann hafi verið slegin í hendina þegar hann kemur inn í skotið og Framarar skiptin á Ragnar Þór Kjartanssoni sem tekur vítakasti fyrir þá. Sjáum hvað Goggi gerir. Hann bara verða. Já, hann veit að hann að fara út af og þá á þetta menn í gang. Þeir vil ekki fara út af. Nei, það var vel gert hjá honum. Þetta eru 2 varin skot. Ég skráði þetta varið þetta dæmt víti. Þetta er mark ef það fer inn. Það er bara... Já. Það er mín sanngirni, Örvar. Þú ræður hvort þú sáttuð með ekki. Jú, ég með þetta. Haukarnir geta komist í 2. 11-10 núna. Andri Heimir. Adam, Janus, Guðmundur kemur inn. Vel gert. Það var aðleitt að inni. Adam, Andri og Janus. Og aftur Adam komin í hægra hornið. Og gult spjald á Arnar Birki. Og Haukarnir halda áfram. 17 mínútur búnar. Andri í hægri skyttu. Janus, Andri kemur inn. Adam upp og þetta er svolítið vandræðalegt þess mér. Frekar vandræðalegt. Já. Þá er ágætt að taka bara. Og hending komin upp hjá dómarinn, þá eru það 6 hendingar. Og
okkur við lámunum á. Með 6 sendingar. Bara spila aðeins og finna færi. En fín vörn hjá framherjunum. Flott hjá þeim. Já, þeir lokuðu að. Stóðu þarna vel. Og geta núna jafna leikinn. Aðeins. Já, og það Valdimar Sigurðsson, línumæðurinn, skorar 3. markið sitt. Já, 100% nýting. Og Andri upp. Fljótur að svara, Andri Heimir. Já. Við sjáum það alveg að hann getur Við erum aðeins að fara upp um 1 gír. Það ekki alveg nógu öflugt, en það var eins og Gunni sagði, hann ætlar ekki að topp í september. Alls ekki. Framarinn geta aftur, jafna leikinn. Jájá. Vel flottir í hotnamennir hjá Fram, þeir eru að slúta mjög vel. Eins línumæðurinn búinn að vera flottur hjá þeim. Það var Heimir Óli. Kominn inn á línuna. Kemur inn á. Hann svolítið síðan hann var á vellinum. Núna var hann meiddur. Sjáum hvort að... Já, þetta ekki nógu vel gert hjá okkar mönnum. Framarar komnir yfir, 12-13. Og Gunni tekur leikli. Svona síðan á. Þetta eitthvað kerfi þegar Hákondaði kemur út og að taka blokkina fyrir Janus og detta svo beint inn á línu. Það ekki alveg verið að ganga sem skildi. Hvaða staðan í? Þetta búið? 29-23 fyrir Eyjamönnum, 1 mínúta eftir. Já, það væntanlega... Við getum fært sigur til bókar. Já, ég hugsa það. Held að það sé alveg hárrétt. Haukarnir í leikli, sjáum hvort að þeir nái að snúa þessu eitthvað, ná smá meiri fókus í þetta. Adam fær núna hvíldina og Daniel Ingi kemur inn á. Framarar yfir í fyrst Daniel skipti í leiknum. Þór fyrir, hann Ingarsson. Já, Framarar yfir í fyrsta skipti í leiknum, það eru 19 mínútur búnar af þessu. Það segla í þessu framliði. Þetta ungi strákar, það gefast ekki upp. Nei, þeim alveg saman við hverju að spila, hvort það eru Íslandsmeistarar eða eitthvað annað. Þeir mæta bara að spila handbolta. Já, það var enga að tapa. Elias kom inn hérna líka. Sendi eitthvað Hákondaðinir í hot, Andri Heimir. Þarf ekki alltaf að vera fast, eins og við segja. Varinn inn. En 13-13, Framararnir komið í sóknina. Geta komist yfir aftur. Haukarnir þurfa að standa hérna alvöru vörn. Það ekki búið að... Nei, það leikur alltinn. Kemur inn markmaðurinn á. Já, Kokki brjálaður. Skila vel. Maður kominn hann inn á 6-7 metra og skýtur bara á milli manna. Hann byrjaði þetta vel. Já, byrjaði vel en svo hefur bara ekkert lítið gerst eftir það. Já. Og þá getum við jafnað aftur. Daniel Þór kemur á. Já. Sjáu þið þetta. Hann setur Þetta var negla. annað markið sitt í röð. Hann kemur hérna sterkur inn. 2 sóknir, 2 skot, 2 mörk. Það ekki hægt að gera mikið betur en það í 2 sóknir. Sterkur strákur. Nú það bara að standa vörnina hérna. Brjálu læti inn á línu. Já, komið nóg að þessum línusendingum. Já, ég
sé ekki alveg af hverju það var dæmt á Hauka frekar en línumanni. Þetta voru bara barningur en það var Heimir ekki að fara að dæma nokkuð skapað hlutana. Hann vill ofbeldi. Já, og Einar Ólafur með fyrsta varða. Það var þetta vörðin sem að tók þetta nú, tók allan kraft úr þessu. Sjáu þetta. Hann heldur áfram. Það er bara 3-3. Daniel Þór Ingarsson. Já. Hann er á eldi. Hann er á eldi. 3 skot, 3 mörk. Og Haukar konir yfir aftur, 15-14. Og bara halda áfram. Standa vörð, vinna bolta. Já. Aja, og Hákon það. Já, vel gert. Hann gæti lítið annað gert. Nei, Hákon það með fyrsta marki sitt í kvöld. Vel gert hjá honum. Var í smá vandræðum hérna með. Fekk boltan óvænt í hérna ræðaflöf. Nú veit ég ekki alveg hvað er í gangi. Er eitthvað... Já, þeir taka fast á Valdemar. Já. Ekki veitur af. Dómarinn að hérna Sigurður Hjörtur aðeins að hérna segja það til, Heimi og Adam. Og þeir dæla. Ekkert. Nei. Guðmundur Árni, Heimir Heimir Óli. Og fastur í treyjunni. Gummi vill fá eitthvað á Adam hérna með brot á Valdimar. Ég, svo sem hefur alveg ýmislegt til síns máls. Tveggja minna brottvísun á Heimi. Já. Fyrir að hafa ítt honum þegar hann er komin í loftið. Ekkert að segja þessu. Nei, þetta sé alveg horrið til dómur. Þorsteinn Gauti Hjálmarsson. Erfitt þegar leikmæri komið svona hátt upp að fara að íti hann, þá er jafnvægið svo lítið. Þú þekkir þetta sjálfur? Ég stökk alltaf mjög hátt. Já, með það, þú tegði hendur svo þáttir. Já, Gummi hefur látið sig falla hann, þá hefði það verið rauningur. Aja. Þetta var aftur á móti vel gert hjá Hornamanninum hérna. Já. Hornamenn og hann Valdimar á línunni. Já. Þeir eru heitir. Þeir eru búin að vera góðir. En við erum einu marki yfir, einu færri. Já. Annars skipti í leiknum sem við erum einu færri. Framararnir ekki ennþá mist mann af velli. Nei, þeir hafa verið prúðir til þessa. Já. En við stillum upp í sóknina. Glæsileg línusending og Jón Þorp. Æj. Þetta var að nýta. Já. Það er óvenjulegt að sjá Jón Þorp klikka svona. Ég veist reyndar hann er búinn að klikka svolítið mörgum skotum í vetur, svona í opnu færi. Þetta var eiginlega of gott færi. Já. Þegar Jón er held í besta formi sem ég séð hann bara síðan hann kom heim. Hann er bara eins og unglam. Það sem er að meina að þetta var út af. En Sigur er ekki saman því. Framararnir jafna. Allt í aft. Allt í aft. Einar Ólafur kemur út af og Hákon Daði inn á í sóknina. Já, þetta er búið að vera svona, þetta er ströggl, 16, þetta er hátt skor. Lítið vörn og markvörslu. Heimir Andri, þetta er víti. Nei, þetta er ekkert. Þetta er ekkert. Nei, það er... Heimir dæmdi ekkert. Þetta er að var í skot. Samkvæmur sjálfum sig þarna, dæmir ekki neitt þar heldur. Við að dæma þetta vel. Jájá. Það þekkir þetta, það er einn og einn vafa dómur alltaf en það er gott af flestu leiti. Fyrst mér eins og, nei hann er það, ok. Hákon Daði læddist þetta í hornið.
Sjáum hvernig Haukarnir núna geta... Það var þennan. Hákon. Nei, af hverju? Hákon það svolítið heppinn hann líka því að hann leggur boltan ekki beint niður, heldur rúllar hann svona frá. En það var góð tilraun. Já. Þá getur Framarinn komist yfir. Já. Nú er komin inn á Fram Lúðvík Thorberg Bergmann Arnkelsson. Það er ekkert smá nafn. Já, hann er að safna nöfnum þessi piltur. Já. Gengur vel. Í Vestmannaeyjum eru þessi maður kallaði Lúli Stafrófur. Já. Hann er hérna miðinni, stjórnar spilinu. Og þetta er ungur drengur, Þorsteinn Gutti Hjálmarsson, sem að kemur framurum yfir. Vinstri skytta. Og Gunni skiptir hérna Janus innan fyrir Adam. Janus kemur á miðuna. Haukarnir undir, þurfa að jafna leikinn. Það var beint á hann. Já. Það gat ekki hann að vera hann. Nei, hann hefur nú mátt vera aðeins á rólegri. Já. Og Arnar Birkir, Framar að tveim yfir. Fyrsta skiptið í leiknum, tveimur yfir, Framarar, 16-18. Það er svo ég segir, það er segla í framörunum. Það er náttúrulega ekki gott, 18 mörk í fyrri hálfleik. Allt of mikið. Já. Þeir eru að spila bara fantavörn og fljótir fram. 3 mörk Framara. Já, verðskulda. Við erum á pínu á hælunum hérna. Já. Framararnir eru bara snöggir. Þeir vilja þetta meira. Ungir og græðir. Ráðast á boltan og eru að gera þetta bara vel. Ja, 28 mínútur. Adam kemur á miðuna. Elli, Janus inn á Heimi. Já. Þetta er mark og 2. Hrikalega vel gert hjá Heimir Óla að klára þetta færi. Mark og 2. Gummi vil meina að það sé nú sama og það hefur verið að gerast hinum einn. Og Heimir nú ekkert saman á því. Já. Framararnir missa fyrstu 2 mínúturnar. Arnar Birkir kemur á. Og Rauningur. Já, og markið aukt. Markið er aukt. Það er enginn í marki, Janus. Já, þakka þér fyrir. Já. Janus. Það er ekkert sem gleður Janus meira heldur en aukt mark. Það er eins og einhver sagði, þetta er rosalega flott þetta text en lítur hræðilegt út þegar mann klikka á þessu. Já. 18-19. Haukar búinn að skora hérna 2 í röð. Við jafna þetta fyrir hlé. Já, mínúta eftir. Þetta er svakaleg markatala 18-19. Þetta er bara út í hött eiginlega. Það er ekki neitt. Já. Og Hákon það er með Hákonlega. Já, það er það sem hún segir. Já. Það lítur ekki nógu vel út þegar mann klikka. Það er svolítið langt frá. En nú er spurning, hvað gerist núna? Nú eru Framararnir mjög lengi að koma boltanum í leik. Ekkert. Og aftur er markið aukt og útlar Einar Ólafur að reyna. Nei. Er það grínast? Já, 2 skot á aukt markið og 2 framhjá. Þetta er agalegt. 10 sekundur eftir. Framararnir taka síðasta skoti hérna í þessu leik, í hálfleiknum. Og skora. 18-20 fyrir Fram. Hálfleikur. 18-20 fram, hálfleikur. Heyrðu, já. Þetta er ekki alveg eins og við viljum hafa. Nei, sóknarleikurinn er ekki góður. 18 mörk en vörninn og markvarslan er bara skelfileg. Já, við byrjuðum hérna nokkuð flottir hérna í upphafi en svo einhvern veginn bara
fjara þetta út. Já. Herja, en við tökum okkur bara hlé ásamt leikmönnum.
Já, komið þið sælir aftur árið góðir. Þá seinni hálfleikurinn að verða að fara á stað hérna. Staðan 18-20 fyrir Framara. Þeir byrja með boltan. Einu færri í 13 sekúndur. Fórum illa með 2 skot hérna, en enginn í marki núna í lok fyrri hálfleiks og klikkuðum á 2. Já. Það svona, en Haukar, kannski ég ætla að segja það, Haukar eignuðust lið í Pepsi-deildinni í fótbolta núna síðustu helgi. Hvaða stelpurnar komnar í Pepsi-deildina? Já, hrikalega vel gert. Hrikalega vel gert og sko þeim til hamingju og Haukum öllum. En seinni hálfleikur hafinn og Framara konni með fullskipað lið og byrja hérna í sókninni. Geta komist 3 mörkum yfir. Og Arnar Birkir, fyrsta skotið og Goggi. Goggi kominn aftur í markið. Goggi kominn aftur í mark og byrjar að verja. Fyrsta varða í seinni hálfleik. Vonum að það sé 1 af mörgum og Janus, já. Þetta var alveg í lagi. Minka munni 1. Væntanlega búið að lesa vel yfir strákanum í hálfleik. Gunni Magg og Einar Jóns. Já, þeir kunnið þetta alveg, Einar og Gunni. Toppmenn. Og Framhæðin konir í sókn aftur. Nú bara mínúta búinn og Haukarnir búin að minka í 1. Búin að standa 2 varnir, eða í annari vörninni reyndar, ekki búin að standa þær. Já, nú verða hann ekki þarna. Nei, skeytin inn. Vel skotið á Sigurði Þorsteinsinni. Haukarnir snöggir í sóknina. Adam, já. Og verða hann heldur ekki þarna. Ég skal segja ykkur. Þetta var ekkert lakara heldur en hjá Sigurði rétt aðan. Nei, fastar ef einhver var. Já, Adam með hvað? 7. markið sitt í kvöld eða hvað? Ég er búinn að missa tölu á þessu. Allavega 7. Við erum ekki afgjörð því. Við förum allavega ekki markaðasti menn á eftir. Tómklúður, en það svona. Já. Sjáðu Gogga. Það brottvísun. Ódýra 2. Fyrir hvað veit enginn nema Sigurður Hjörtur Þrastásson, dómari. Já, þetta voru mjúkar 2 mínútur. Það verða nokkra 2 mínútur ef þetta brottvísun. Já. Þessu verður ekki breytt í hana. En við getum jafnað. Einum færi. Andri Heimir inn á. Kemur á miðuna. Nei, Elli kemur á miðuna og Andri í hægri skyttu. Jón Þór Björn kemur sér í stöðu. Og Andri Heimir leysir inn. Elli kemur á. Jón, já. Þetta alveg klárt. Þetta geggjað. Það þarf að skipta. Goggi þarf að komast inn. Já, náðu honum inn. Þetta var glæsilega gert. Jöfnum, einum færri. Eða jafnmargir í sóknir reyndar en enginn í marki. 21-21. Arnar Birkir kemur á. Sigurður og þetta er Runingur. Þetta er Runingur. Hrikalega vel gert. Já, Guðmundur Árni náði að lapta sér þarna fyrir hann. Hann veit hann. Elli kemur inn á, stjórnar spilinu á miðunni. Og væntanlega allir sitt ekki upp í sama kerfi á hann. Andri leysir inn. Jú. Elli sækir á. Og Adam upp. Já. Þetta er svo fast maður. Þetta er nánast dónaskapur. Já. Konur yfir. Framar er eitthvað hérna skelkaðir í byrjun hérna. Haukarnir konur yfir hérna með einu marki. 3,5 mínútur búin að reyna færri í nánast alla fyrir seinni hálfleik. En vel gert hérna. Vel gert hjá Andra Þór. Jafnar þetta 22-22. Við erum að fara að fá okkar manninn á. Framararnir að huga markmannsskiptingu. Viktor Gísli hefur ekki alveg fundið sig eins og hann hefur verið í síðustu leikjum. Guðmundur Árni kominn í hornið. Já. Jaft.
í báðulegum, 34 mínútur. Elli heldur miðjunni og Andri kemur og leysir inn og Arnar Birkir fyrir út í Adam. Andri kominn út, kemur tilbaka og Guðmundur Árni. Jón Þorbjörn alveg, já, þetta var glæsilega gert. Skal segja ykkur það. Virkilega vel gert. Já. Þetta var sirkus. Já, þetta var svona sirkuslegt. Já. Og Framarar skiptu markmann. Inn á kemur Valtýr Már. Hákonarsson, hann getur alveg varið bolta þessi. Ekki slagur markmaður. Og Arnar Birkir gerir þetta vel, gríðarlega vel. En Goggi ver. Já, hann stóð á hann bara. Já. Og búinn að loka. Það var góð finta hjá Arnari, hann mjög sterkur í þessari fintu. Skruggu fljótur. Já. Eins og Gaupi myndi segja. Það þarf að taka Gaupa-lýsingu á þetta? Nei. Nei, það búið að gera það. Það afgreitt. Það var ekki gert aftur. Og þurrka boltan hérna einu sinni enn. En Haukarnir í sókn geta komið 2 mörkum yfir. Ríkalega flottir hérna í byrjun, fyrstu 5 mínúturnar í Haukunum. Já, þetta svona svipað og í byrjun hérna fyrir hálfleiks. Það vonandi að þetta bara haldi út. Og Janus áfram inn á og leysir inn. Elli. Sending út á Janus. Framarinn kom hérna langt út á móti Janus og Adam. Við höfum að finna einhver opnarnir hérna. Já. Það hlýtur eiginlega einhver að vera laus þarna bakvið. Þeir eru konið svo langt út framararnir. Menn við að hreyfa sig. Já. Þá gerist eitthvað. Jón leysir út, hendi kemur upp. 1, 2. Sjá þetta. Nei. Já, góð sending fram hérna í hraðafluminu. Virkilega vel gert úr framörunum. Já, það jafnað þetta. Og Haukar keyra. Og vel gert. Nei. Það var það sem ég sagði, hann getur alveg varið þessi strákur. Jón Þorbjörn. Já, annað dauðafærið hjá honum. Hún klikkar á hérna. En Adam upp, já. Gleymið þessu. En við framararnir er konið gríðarlega langt út á móti, þannig að það hlýtur að vera laus svæði þarna fyrir aftan, þannig að það er bara að halda boltanum lifandi, þá koma færin. Já. Handbolti 101 eða ekki? Þolinmæði. Já, og Goggi Sjáum við ver. þennan. Og horfum við fram. Goggi með 7. skotið sitt. Já, hann er komin í gang, hann ætlar að fútborga. Já. Guðmundur, það var umröðu sending. Það er ómikið að tæknifilum hérna. Sendingar og já. Við erum 1. Við erum 1 mark. Sem ágætt, þetta voru hvað? 300 í hálfleik. 200 í hálfleik. 200 í hálfleik, fyrir ekki 18-20. 3 á tímabili. Já. Þessi gæi, hann skorar. Hann gerir þetta vel. Það er bara eitthvað vinnuregla hjá honum. Já, hann er ekkert mikið að klikka á þessum færum. Nei. Engan áhuga á því. Gott fyrir hann og gott fyrir fram. Ekki alveg gott fyrir okkur. Nei, ég hef aldrei séð hann klikka. Valdimar Sigursson. En við getum haldið fórustunni. Því að setja hérna í þessari sókn. Janus kemur inn og Adam upp. Á þetta eru 2. Við verðum að fá 2 mínútur Klárar hana. 2. Þetta er, ég held að Sigurður sé að íhuga rautt með þessu. Nei, það var ekkert að því. Hann íhugaði það aldrei. Nei. Ég held að þú sett eini maður í húsinu sem varst Já, með þá drauma. Nei, þetta er hérna sama og mjög svipað brot á í fyrri hálfleik þegar hérna Tóti fór út af. Þeir í hendin á manni sem er komin í loftið. Já, þeir verður inn að stoppa Adam. Já, Adam búinn að skora ykkur 7-8 mörk. Já,
Heimir að segja Arnar Birki þetta hvernig á að spila vörn. Það er ekki svona. Já, Haukar einu fleiri í þessari sókn núna. Það geta komast marki yfir. Janus upp, settingnir í hornið á Guðmund, já. Og þetta var virkilega vel gert hjá honum, markmanninu þar að segja. Valtý. Það er sitt annars skot. Guðmundur náttúrulega bara kominn inn og náttúrulega bara að setja hann. Og framarnir eru í skiptivandræðum. En markmaðurinn kemur út af, Valtý kemur út af og jafnmargir í sókninni, framarnir. Og þeir geta komist yfir núna. Hörku bara á tæminu og línu, sem er búin að vera allan leikinn. Valdimar búin að vera virkilega flottur á það. Já. Ekkert að gerast. Guðmundur átti brýtur vel á. Framarnir ekki vissi hvort allavega markmannin eða hóttamannin á. Hendur góðan upp. Ekkert að gerast. Já. Nú held ég að... Kloppi. Nei. Já. Framar konir yfir. Getum ekki kvartað yfir neinu. Nei. Bara klaufaskapur. Algjörlega. Já, og Framar að vinna boltan. Einu færri stelaði boltanum í vörninni. 2-0 fyrir Fram, einu færri. Já. Þarna greip Jón vel. Já. Janus í hornið, Tóti inn og varið. Tóti er farin að klikka. Fyrsta klikki hans. Já. Haukarnir í ströggli hérna núna. Já, þetta er vondukafli. Byrjuðu mjög vel hérna í seinni hálfleiknum. Fyrstu 5, frábærar. Já. Svo er næstu 5. Hörmung. Þannig að við sjáum hvernig næstu 5 verða. 20 mínútur eftir. Þetta verður dramatík. 60 mínútur. Já. Þetta er hörkuleikur. Framarnir að spila gríðarlega vel, finnst mér. Og samanskapi Haukarnir ekki alveg eins og ég vil hafa þá. Arnar Birkir upp, mark. 3 mörk. Framar að konið 3 yfir. Þetta var einfalt, bara sending og Arnar með 3 skref upp, skot. Ja, Haukarnir núna, nú eru 5 minna kaflinn búinn, nýliði kaflinn og síðustu 20. Adam, já. Já, Adam, Haukur. Það þarf að... Hún er fann nóg. Já, Adam er að stíga upp hérna, búinn að vera, að mínu viti, besti leikmaður Hauka í kvöld. Já, langbestur. Arnar Birkir. Ekki er hann síðri fyrir Framara. Búinn að vera frábær í kvöld. Já. Það má segja það að hotnamennirnir línumaðurinn og Arnar eru búin að skara fram úr hérna á framvörðum. Elli kemur á, Adam, Arnar í hann. Já, þetta eru 2 mínútur. Nei, Heimir vill ekki meira það. Leikhlé, Gunni tekur leikhlé. 3 mörk og hann tekur leikhlé. Það þarf eitthvað að segja mér ég veit ekki hvað hann sé. Hætti að spila svo kjánar. Nei, hann þarf að tala einhverja hvassa íslensku. Já, það þarf eitthvað aðeins að skerpa á þessu. Já, þetta er alveg deyfð yfir okkar mönnum fyrst mér. Það er svona F.A. bragur yfir þessu hjá okkur.
það má ekki gerast. Nei, það er svona, þetta er deið sem maður hefur ekki séð venjulega hérna hjá haukamönnum. Við eigum ekki að venjast þessu. En 18,5 mínútur eftir og Framarar 3 mörkum yfir. Þetta er búið að vera þokkalega sveiflur. Framarar 2 mörkum yfir í hálfleik, Haukar komast marki yfir og nú eru Framarar komin 3 yfir aftur. Þetta er svona svolítið sveiflukennt. Já, en aldrei meira en 3 mörk. Nei. Við vorum 2-3 yfir í fyrri hálfleik, en aldrei meira. Adam kemur á Elli, Framararnir komið langt út og Janus einn í gegn og þetta Geggja mark. og nú er eitthvað hérna 2 mínútna brottvísun á Elías Már liggur, það er alveg klárt að þá gerðist eitthvað. En nú er það nýju reglunar, nú kom sjúkraþjálfari Hauka inn á, hann Elís. En af því að hann fær 2 mínútna brottvísun, þá þarf hann ekki að fara út af, fer beint í andlitið og þá þarf hann ekki að fara út af í 3 sóknir, eins og nýju reglunar segja til um. En af því að það er stigvaxandi brot, þá má hann halda áfram. Haukarnir taka úr umferð, Arnar Birkir tekinn úr umferð hérna, það eru einum, það er jafn margir reyndar. En þeir skora bara samt. Já, Andri Þór. Já, Adam upp, Janus. Já, þetta var vel framhjá. Já, ljósmyndarinn og þakka fyrir að vera á lífi. Guðmundur Árni ekki búinn að vera góður í, eða ekki búinn að nýta færi sem vel í þessum leik allavega. Nei, ekki hans besti dagur. Nei. En það held ég að Brynjólfur Snær sé að gera sig kláran þegar hann kom inn á í hornið. Það er klárt. Já, Framararnir spila sig bara í gegn. En vippa yfir. Elli kemur á. Janus róar. Já. 3 mörk ennþá. Janus. Guðmundur aftur inn. Jæja, nú skorar hann. Já. Þetta er svona líkar af því sem það er á að þekkja til hans. Hann klikkar nú yfirleitt ekki mikið. Nei. Óvanilegt að sjá hann klikka á skotið og hvað þá 2 í röð. Já, Framarar ennþá. Ekkert. Nei, hann datt mjög auðvitað þarna. 16 mínútur eftir. 27-29 fyrir Fram. Já, aukakast. Hending komin upp. 6 hendingar þá. 1. Já. Og aukar komið upp, geta minnkað. Arnar, nei, já. Og 2 mínútna brottvísun og Arnar Birkir. Já, þetta er fallegt. Já. Gáðum við notað þetta. Já. Vonandi er þetta svona vendipunktur leiksins. Við vonum það. 28-29, Framararnir nýbúin að fá leikmannin inn á og missa svo annan af velli leið. Sjáum hvernig þetta þróast. 15,5 mínútur eftir. Marki undir, Haukarnir manni fleiri.
Framarar í sókn. Sjáum hvernig þetta spilast á þeim. Þeir eru mistu Arnarbyrki út af því 2. Þvílík markvarsla, enginn í markinu. Tóti tekur bara ekki sénsinn. Já, ánægð með hann. Spilum upp á marki. Já. Þetta var vel gert hjá Gogga. Framarar settu hann í sirkus í tegin og Goggi náði að þruma sér fyrir. Já. Þetta var dýrartýpan. Já, jafntefli. Einar Örn Jónsson að stila kaffi. Það er gott hjá honum. Já, hann stóð sér vel í Brasilíu, hann má fá allt þetta kaffi. Hann fá þetta allt svo, við ætlumstu vínabrauð. Já, þannig líki því. Við erum ánægðir með það, þá borðum við minna. Já, framarinn í sókn. Jafntefli í þessu. Og sjáum Haukarnir að spila miklu betri vörn núna heldur að hafa verið að gera. Og Goggi farin að verja fyrir aftan. Loksins. Við erum búin að biðja þetta í allt tímabilið. Og nú erum við að tala um kaflaskiptan leik. Nú geta Haukarnir aftur komist yfir. Janus kemur á. Hói gegn. Sjáu þetta maður. Ok. Ég veit ekki. Vítið ekkert. Janus með sendingu á Tóta. Já. Beint frá Norge. Heia Norge. Haukar komnir yfir aftur. Þannig rákust þeir saman. Já, Jón Þorbjörn fekk olnboga í andlit. Óviljandi. Statu upp. Jón er ekki sáttur, segir að hann kom olnboganu undan sér. Já. Nei, þetta var ekkert. Slys. Já. Heimir þekkir þetta, lætur hann bara takast í hendur. Máli búið, máli dött. Guðmundur Árni tekur þeirra besta mann úr umferð. Full þörf á því. Já. Nú er hérna. Já. Allt annað að sjá Hauka hérna í vörn núna. Það er komið smá fætingur í þetta. Já. Ekki Jón Þorbjörn. Þetta var ekki mikil tveggja mínútna brottvísun. Nei, það var pirringur í honum. Já, þetta ástæðan fyrir brottvísun er einmitt það. Þetta var bara pirringur í honum. Jón er hérna, það er smá blóð í honum. Eftir höggið á hann, blæðir aðeins á vörina á honum. Þannig að Framarar einu fleiri. Marki undir, Arnarbyrki kemur á. Já. Allt í aft. Framararnir jafna. 12 mínútur eftir, rúmar. Já. Það er svo segir, allt í játnum. Goggi fær sér sæti. Já. Enginn í marki. 6-6. Elli kemur inn á miðju og Janus kemur hérna og leysir inn á línu vantarlega. Elli sækir á. Adam úti. Og Janus kominn á. Já, skildi hann eftir hann alveg. Tjöfull var þetta flott maður. Já, hann er með þetta eins og þessi. Skora hana, heldur Haukunum í forystu. Og heldur lífi í þessu. Arnar með sendingunni horni og Goggi ver. Verðum ekki frákastið, Framarinn á frákastinu og það var hinn hornamaðurinn. Já, hann bara klikkar ekki þessi gæði. Andri Þór Helgason. Já.
Hann er örugglega komið með 8 mörk og við komum 8 skotum. Já. Og Elli í 2 mínútna brottvísun, þannig að við erum 2 færri. 44 sekúndur. Já. Og það verða Gunnir að skipuleggja þetta. Nú þurfum við bara að vera skynsamir. Spila þetta ró, 25 sekundur í fyrir manninn. Adam á miðinni, Janus. Guðmundur Árni skiptir. Já, þetta er alltaf þríkast. Veitur nú við, gult á Gunna. Já, hann viðurkennir þetta strax. Já. Tekur spjalli við Heimi. Heimir, það er alltaf að tala við Heimi. Hann skilur íslensku. Já. Og leikur þetta staðatur. Eða hvað? Nei. Heimir er að taka þetta miðinni. Og við getum komist yfir aftur. Einn fyrri maðurinn kominn inn á. Já, nú fáum við Adam Haug hérna upp. Nei, haltu áfram. Það er Goggi sem er kominn inn á. Gummi, ekki láta svona. Já, nú fyrir hendina að koma upp. Já, kominn upp. Andri, vel gert, Andri Heimir. Það var vel gert. Beint frá Vestmannum. Já. Gerðu þetta bara kraftinum. Heldur forustinni fyrir Hauka. Guðmundur Páll ætlar að taka leikli. Fyrir fram. Við erum einum færri í 48 sekundur í viðbót. Já. Það er ekki neitt. Mikið brottvísanir hjá okkur sérstaklega. Og allt og mikið eiginlega, við erum búin að vera hvað? Við sem ekki komnir í ykkurar 6-7. Já, allavega það. Það er of mikið. Segir maður, svo vinnum við leikinn og þá er það ekkert of mikið. Já, hann var ekkert að velta sig upp á því. Nei, skiptir það engum máli. En þetta er ekki búið. Nei. Langur við frá. Það eru nógu marga mínútur til þess að hafa þetta aðeins meiri drama í þessu. Já, 10 mínútur eftir. 10 mínútur eftir og þetta er búið að vera nógu að kaflaskipta þessu leikur, þannig að hann getur alveg 2-3 kaflar eftir enn. Já. Og framarnir byrja sóknina, búin að taka leikli og spjalla saman. Haukarnir stilla sér upp í vörninni, 35 sekundur í, það verður jafnmargir, Arnarbyrgir, bara beint upp í skot. Og Goggi skiptir út og Andri Heimir kemur inn á. 15 sekundur í manninn. Já. Stilla upp í kerfi, Andri vantarlega leysir inn á línu. Dettur svo aftur út hérna vinstra megin ef þess þarf. Já. Janus. Óheppinn þarna, jafnmargir. Goggi kominn inn. Arnarbyrki kemur á. Hættir við og gefur á Bjart sem er kominn hérna á miðjunum núna. Haukarnir ekki að taka Arnarbyrkjur umferð eins og þau gerðu þetta á tímabili. Nei, Janus staði ætlar að reyna að stoppa drenginn. Gekk svona ljómandi vel. Já, það var ekki flókið. Hann hefur ekkert fyrir þessu. Arnar búinn að skora hérna 2 í röð. Búinn að koma fremurunum yfir aftur. 32-33. 65 mörk í leiknum. Og það er ennþá 9 mínútur eftir. Það er mjög eðlilegt. Já. Adam kemur á. Elli heppinn. Janus.
Já, annars skotið hjá Janus. Já, þetta er stöngin út núna. Stöngin út. Gunni vill að Arnar Birkir sé tekinn umferð. Það reyndist Haukum vel hérna áðan. Já, og kemur inn á hérna Elías Bóasson. Hann getur alveg skorað líka. Já. Það er engin vörn þarna. Það lappi gegn. Já. Það stóðu bara á buðunum í kaffi. Vantar smá hreyfanleika. 2 mörk, Framarnir 2 yfir. 7,5 mínútur eftir. Það er kannski ágætt að síðasti kafli verði Hauka. Adam með 11. markið sitt í kvöld. Minnir á sig. Minkar þetta í 1. Og Arnar Birkir ennþá tekinn út. Það reyndist nú ekki skipta neinu máli á það því að þeir löbbuðu í gegnum vörnina hérna Framarnir. Og aftur alveg eins. Nei, nú missaði boltan. Og Janus. Adam kemur á miðuna. Þetta er alltaf Elli og á Guðmundur Árni í horninu. Já. Þetta er vel gert. Jafna leikinn. 34-34. 34-34. Þetta getur svona eitthvað framlengingu. Og Arnar. 6,5 mínútur eftir. Já. Arnar áfram. Og er hérna tekinn umferð. Bjartur kemur á. Og Arnar Birkir. Þetta er náttúrulega skelfilegt. Við erum að taka hana gæður umferð. Já, ég átta mig ekki alveg hvað Gunni vildi láta Guðmund Árna bakka eitthvað þarna. Ég átta mig ekki alveg á af hverju. Hann skorar bara ef hann fær boltan. Sér markið, þá bombar hann og það er mark. Já, hann þarf ekki að sjá markið. Nei. Hann þarf ekki að sjá neitt. Já, og Janus missir boltan. Tæknifeilar. Sendingafeilar. Og Arnar beður að boltinn sé þurrkaður. Heimir er ekkert að henda nýjum bolt í þetta, hann leyfir þeim bara að þurrka þennan. Já, Arnar Birkir vill fá nýjan. Já, hún er leið á þessum. Já, búinn að skora nóg með þessum, skora með nýja. Það er eitthvað meira challenge. Já, þurraðan boltan, skora með honum. Já, Framarnir geta komist 2 mörkum yfir. Það er bannað. Arnar fær boltan og upp á mark. Af hverju eru þeir að sleppa honum? Ég bara skildi ekki. Já, Framarar 2 yfir. Og 5,5 mínúta. Og Binni kemur inn á í hornið. Guðmundur Árni fékk hann eitthvað högg á nebbann. Nú þarf að haugarnir bara að gjöra svo vel að gera eitthvað gáfulegt. Elli kemur á. Adam komin á miðuna. Elli leysir inn. Janus. Hann er að skora. Já. Það er ekki að gera fast. Nei. Minka munni í 1. Binni tekur Arnar Birkir umferð. Þá vona hann gera það betur heldur en Gummi gerði þetta áðan. Það sleppt honum og búinn að sleppa honum í 2 sóknum og Arnar er búinn að skora í báðum. Já. Já, það fellur með fremurunum bara. Þeir dett einhvern veginn í gegn. Já. Þetta er alveg ótrúlega. Þetta var bara... Og þetta er bara búið að vera svona bara í 50 og eitthvað mínútur. Já, þeir bara einhvern veginn dett í gegnum vörnina og skora. Leikhlé hjá Haukum. Gunni tekur síðasta leikhlið. En það getur neina að bíða með að taka það. 4 mínútur eftir að leiknum eða hvað það er.
Já, stutt eftir þessu, 4 mínútur. Framarnir 2 yfir, Haukar í sókn, geta minkað mun í 1. Arnar Birkir eitthvað, það sé með 15 á þessu eitthvað. Ég held að sé aldrei undir 15. Og hornamennir, aðalega hann Andri Þór reyndar búinn að vera mjög drjúgur fyrir Framarna líka. Og svo náttúrulega línumæðurinn sem við erum búin að minnast á nokkur sinnum inn í kvöld, búinn að vera mjög flottur. Hann er reyndar ekki inn á núna þegar Arnar Birkir reyndar með 11 mörk. Og jæja. Eins og Adam Haukur. Það munar ekki nema 4. Janus Daði með 8. Guðmundur Árni með 4. Þóruður Rafn með 3. Daniel Þór Ingason með 3. Andri Heimir með 2. Jón Þorbjörn með 2. Heimir Óli með 1 og Hákon Daði með 1. Já. 2 teknar umferð hérna á Haukunum, Janus og Adam. Og Janus er komin í gegn, þetta hlýtur að vera... Já. Ég vil meina að þetta hefði nú alveg átt að vera á lykt að 2 mínútum hana. En Framar að vinna boltan og Haukarnir stilla upp í 5-1 vörn. Síðustu 4 mínúturnar. Tóti komið hérna fyrir framann. Sjáum hvernig það virkar. Arnar Birkir þá ekki tekinn hann umferð og hann kemur upp og skorar. 12. markið hans. Hann fyrir langlegina með þetta, 35-38. Janus, jájá. Valtýr tekur þennan og Mánast, ekki að segja tryggir þetta en allavega það er ekki langt í það, langt frá því. Framarnir hérna bara í seglu sigri ef fer sem horfir. Þeir eru búin að nýta færin vel. Virkilega. Skynsamir í sínum aðgerðum. Já. Og Arnar Birkir með skot. Já, nú er að fara að skjóta, heldur að sé bara allt miðn í honum. Já, já. Nú þurfum við að nýta okkur þetta. Já. Við þurfum að skora, við þurfum að vera fljótir að skora. Ef við ætlum að eiga eitthvað sens í þetta. Arnar Birkir hérna fyrir framan og hann er hlaupandi. Við erum konir að vinna manni fyrir innan en það er samt bara ekki ára sem kemur ekki. Hanna. Já. 2 mörk. 2,5 eftir. Þetta er alveg möguleiki. Það þarf að halda áfram. Við þurfum að vinna bolta. Framarnir eru með þetta í höndunum eins og er. Eins og sem séð með markaskori í þessum leik þá er svo sem alveg ekki ómögulegt að jafna þetta. Framarnir eru skynsamir hér á þetta niður, spila hægt og svo kemur Arnar upp. Já, Tóti kemst fyrir þessa sendingu. Jájá. Hægra hornið. Setur hann. 2 mínútur eftir. Janus kemur á ferðinni. Elli inn. 3 mörk. Janus. Þetta er erfitt. En þetta er hægt. Jájá. En þá þurfum við að fá skot. Já, það þarf að drífa í því. Við erum ekki að hanga á ykkur Vító 2. Já. Ekki 2. Ekki 2. Já, það hlýtur að... Já, Heimir. Nei. Nei. Og þetta er... 1 mínúta og 18 sekúndur eftir. Þetta er ekki búið. Ég hef nú að viðurkenna það, ég skil ekki alveg okkur að þetta er ekki 2 mínútur. Það vildi meina að vera lentur. Já. En það var nú ástæða fyrir því. Hún var ýtt niður. Já. Gunni sendir hérna Hákon Daði inn á og hann er að setja inn. Það þarf að setja inn í maður og mann. Fresta þess að ná þessu. Guðmundur skorar í vítinu. Minkar í 2. Mínúta eftir. Maður og mann.
Haukar. Ekki brjóta. Já, Arnar Birkir er að vera að tryggja þetta. Þetta er búið. Það er búið. Verðskulda. Haukar að tapa sínum 4. leik. Jesús. Þetta er bara hnoð og vitleysa. Já, virkar engin edrú. Nei. Já, og Valtýr Ver. Hann er búinn að verja eina, 4-5 bolta. Sem er nóg. Framar að vinna með 4. 41 mark. 41 mark. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Þetta er til skammar. Algjörlega. En við vinnum ekki titilinn í september. Það er rétt. Nei, Framarnir fagna og Haukar. Já, voru bara, já það tölurnar segja sitt, 41 mark á sig. Það er náttúrulega bara... Ég man ekki eftir því að Haukarna fengi 41 mark á sig í venjulegu leiktíma. Þetta er alveg út í það. Herðu, já, það breytum því ekki. Nei. Ekki hérna. Og við mætum bara aftur í Galvaskir í næsta leik. Tökum næsta leik. Yes sir. Það er næsta leikur. Herðu, við þökkum fyrir okkur í kvöld. Já. Góða nótt. Bye.